Komið sælar, kæru vogir. Í dag erum við að lesa spil ástina. Við erum út í náttúrunni og það er rigning, það er kalt. Ég vona að það er bara gaman að hlusta á náttúruhljóðin með mér. Og það er ástin, við skulum sjá hvað kemur. Kæru vogir. Já. Mér sýnist þið, kæru vogir, vera annarkvort nýbúnar að taka eitthvað samtal þar sem að þið gerðu hreint fyrir ykkar dyrum eða höfðu sannleikann uppi við. Kannski hafið þið fengið fréttir eitthvað sem að loksins hefur skorið úr hluti sem að þið hafa verið að velta fyrir ykkur. Og þið hafa tekið ákvörðun að breyta eða snúa frá og fara að snúa ykkur að öðrum hlutum. Yfirgefa það sem að var. Þetta getur hafa verið einhver sár sannleikur, hann er það stundum. Kannski voru þetta bara einhver atriði sem að þið þurftu að fá að vita og nú líta hlutirnir öðruvísi út. Og þið hafið ákveðið jafnvel að snúa ykkur aðeins meira að fjármálunum ykkar, vinnunni ykkar og öllu sem að svona snýra ykkar daglega praktíska lífi. Þið hafið svona pínulítið kannski gefist upp á ástinni og samböndum. Ég get orðað það þannig. Hinn aðilinn sem ræðir, sem að tengist þessum hugsunum ykkar, sá aðili finnst mér, hann er sýndur hérna sem að segja bíða. Virðist vera tilbúinn og er að bíða og það er svolítil uppgjöf í gangi hjá þeim aðila. Hverju er hann að bíða eftir? Er hann að bíða eftir þér, kæra vog? Er hann að bíða eftir að þú snúir þér aftur að hvað ég segja, ástinni? Í staðinn fyrir að einbeita þér svona mikið að praktísku hliðum lífsins. Það er ákveðið æðruleysi sem að fylgir honum, þessum hinum aðila. Hann virðist vera tilbúinn að svona taka lífinu bara eins og það kemur. Því að þessi mikla bið, hún hefur valdið honum vonbrigðum. Hann er pínlítið eins og tryggur hundur sem að er samt alltaf tilbúinn að setjast á afturfæturna og mæna á þann sem að hann treystir og vona að það verði öðruvísi núna í þetta sinn. Ekki misskilja mig, ég ætla ekki að líkja hinum aðilanum við hund. Þetta var bara einhver myndlíking sem kom upp í hugann. En vissulega hafa verið vonbrigði á milli ykkar. Ég veit ekki hvort að þetta sé sá aðili sem hefur fært ykkur þessar erfiðu fréttir hérna í upphafi eða þennan sára sannleika. Það gæti verið. Mér finnst samt
á milli ykkar eins og hafi kannski ekki, hlutirnir hafi ekki ennþá verið ræddir á þennan hátt, á þennan heiðarlega hátt. Þannig að ef til vill hefur það komið úr einhverju annarri átt til ykkar, kæra Voga. En hvað það? Þessi aðili bíður enn. Hver að bíða eftir ykkur? Við skulum sjá. Ég er í úlpunni eins og ég sjáu því að það er kalt. Hrossagaukurinn flýgur hérna fram og tilbaka fyrir ofan mig. Leið að rigningunni slotaði. Ég vona að heyri í hún. Þetta alveg dásamlegt. Ok, við skulum kíkja aðeins betur á hvað spilin vilja segja okkur ástina í þínu lífi, kæra Vog. Einhver svik sem þú hefur upplifað, einhverju erfiðleikar, eitthvað sem áttir ekki von á og það eina sem getur læknað þau sár er bara tími og sjálfsást. Þannig að þú ættir kannski að huga því, kæra Vog, að gefa þér svolítinn tíma en ekki lenda í þeirri gryfju að þessi aðili sem að umræðir hérna að hann muni fara með þig á sama stað. Þessi aðili er að sýna mér hérna tryggð og traust og þetta er pínu fyndið, ég verði eiginlega að sýna ykkur þetta af því að ég óvart líkti honum við hund áðan. Það var hérna hundur sem táknar samt sem áður traustan vin, trúfastan aðila, sálufélaga, einhvern sem að tengist ykkur jákvæðum böndum og sem að þið getið treyst. Ég veit hins vegar ekki alveg hvort að þið séð að leita að því sama. Og eins og ég sagði áðan, þá hafa málin ekki verið rædd hreinskilnislega frá, eða ég sem sagt, hvað ég segja, frá hvorugum ykkar. Þessi aðili býr yfir leyndarmáli eða hlutum sem eru ekki enn komnir upp á yfirborðið. Mér sýnist nú samt vera vilji til þess að segja þér frá því eða til að ræða það. En það kannski hafa ekki gefist mörg tækifæri til þar sem að hann er sýndur mjög sterkt alltaf í biðstöðu. Meðan að þú virðist vera í einhverju allt annarri orku. Ok, en þetta er einhver spurning tíma. Það getur verið vegalengdir eða fjarlægðir á milli ykkar og að þetta tímaelement hérna sé einhver ákveðin tími þar sem að þið loksins náið saman og náið að ræða máli. Það kemur sterkt hérna til mín, en þú berð ekki kala til þessa aðila þvert á móti. Það eru fallega tilfinningar hér frá þér, mín kæra Vog. En eftir á móti, ég verð bara að orða það eins og það kemur. Þú virðist vera svolítið illa brennd, Vogin mín kær. Það hefur gengið á ýmsu hjá þér. Þannig að ég lái þér ekkert að þú skulir ekki alveg kannski vera að hlaupa í annað samband. En hinn aðilinn allavega sýnir sig þannig í þessum spilum að
hann sé tilbúinn að reyna að tengjast þér. Við skulum sjá hvað kemur meira. Þú færð skilaboð. Já, svolítið sérstakt. Skilaboðin sem koma upp varðandi þig að þú ættir ef til vill að reyna að breyta samskipta aðferðir við þennan aðila sem að hér er sýndur. Það sem að þú hefur kannski notað hingað til að tengjast öðrum eða til að draga að þér einhvern sem líka vel við, það kannski virkar ekki alveg í þessu ákveðna sambandi. Þeir eru að segja mér hérna að þú hafi verið allavega einhvern tímann á tímapunkti í lífiðinu svolítið mikið fyrir svona, skulum bara kalla það sínu rétta orði, skyndikynni, og þú hafir kannski aðalega tengst fólki svona á frekar grunnan hátt, bara með líkamlegri aðlögun eða með því að daðra, svolítið hressilega, við kallaði það. Ok, þannig að þetta er spurningum að skipta aðferð. Þú hefur það bara þá kannski í huga, minn kæra vor. Við skulum sjá hvað kemur til þeirra. Já, ef þið vill hafa þessar aðferðir þínar að valdi því að viðkomandi hefur orðið svolítið svona hvumpinn og hefur reynt að forðast að tengjast þér eða að þið hafi farið á mis vegna þess að það getur verið að hann sé að glíma við einhvers konar ótta innra með sér varðandi sambönd, kannski á ólíkan hátt heldur en þú. Hann er allavega sýndur hérna sem svona einhver sem á það til að forða sér þegar hlutirnir eru erfiðir eða ekki, ef að hann telur sig ekki ráða við þá. Ok, nú skulum við skoða hérna eitt í viðbót. Minn kæra vog, skilaboðin sem þú færð. Já, það er verið að tala um heilun, að þú sért ákaflega vel til þess fallin að hjálpa þessum hinum aðilanum að komast yfir erfiðleika með heilun eða með einhvers konar ráðgjöf eða aðstoð. Kannski ertu heilari, kannski vinnur við eða hefur yfir að búa heilunar eiginleikum sem að þú gætir ef til vill nýttir til að bæta sambandi ykkar, samskiptin ykkar. Við skulum sjá hvað hinn aðilinn fær. Hinn aðilinn fær hérna, gefðu því tíma. Njóttu tíma ykkar saman. Það er engin ástæða til að flýta sér. Þannig að það að hann sé að bíða þýðir ekki endilega það að hann sé tilbúin að bara 1, 2 og 3 að stökkva út í eitthvað. Heldur þarf hann greinilega tíma til að leyfa sambandinu að vaxa og dafna. Ok, og talandi um tíma, þá ætla ég að taka hérna spil fyrir ykkur sem gæti gefið vísbendingu tímasetningu á þetta samband. Hvað kemur upp? Miðvikudagur.
Það getur verið miðvikudagurinn núna, einhver miðvikudagur, kannski hittist þið á miðvikudegi og síðan það já og nei spurning og svona allt þar á milli. Einhver spurning sem að þið viljið velta upp og